tillaga að framtíð ungmennahúsa í Reykjavík verði tryggð og þar tekur til máls Embla Ýr Indriðadóttir. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Ég er nemandi grunnskóla og mæti opnanir í félagsmiðstöðinni minni reglulega og mun líklegast halda því áfram. Þangað til ég fer í framhaldsskóla. Þegar ég útskrifast úr grunnskóla er engin trygging af því að ég geti haldið áfram að sækja í slíkt félagsstarf. Ég og margir aðrir einstaklingar yrðum miður okkar að missa slíkt stuðningsnet sem er boðið upp á í félagsmiðstöðum. Með ungmennahúsum geta ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára sótt félagsstarf þar sem þau geta hitt vini, félaga og jafnaldra sína í áfengis-, tóbaks- og vímuefnalausu og öruggu umhverfi. Í raun er þegar maður klárar grunnskóla mikilvægast að hafa aðgang að svoleiðis starfi. Reykjavíkurráð ungmenna hefur lagt fram tillögur aukið frístundastarf fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára, alls 8 sinnum frá árinu 2002 og hafa þau fjallað mikilvægi þeirra á fundum sínum með borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrsta tillaga aukið starf fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára kom strax fram á fyrsta fundi Reykjavíkurráðs og borgarstjórnar árið 2002 eða fyrir 14 árum og enn er ekki búið að tryggja framtíð þetta starf. Okkur finnst mjög athugunarvert að eftir 8 skipti sé enn ekki búið að tryggja framtíð starfsins og viljum að hún sé tryggð í fjárhagslega borgarinnar árið 2017. Það er svo mikilvægt að ungmennahús fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára séu til staðar í öllum hverjum borgarinnar, ekki bara miðbænum, þar sem þau bjóða upp á fjölbreytt félagslíf í öruggu umhverfi og gegna mikilvægi hlutverki í forvarnastarfi ungmenna, sérstaklega þau sem eru ekki í skóla né vinnu. Kannanir sýna almennt fram á mjög takmarkaða þátttöku í félagsstarfi ungmenna, sérstaklega þeim hópi sem er ekki í vinnu né námi. Sá hópur hættir til að einangrast eða þá að eina félagsstarfi sem þessir einstaklingar hafa aðgang að er skemmtanalífið í miðbænum helgar. Mikil þörfi fyrir slíka starfsemi þar sem mikið af félagslífi í framhaldsskólum er áfengistengt eins og böll og bjórkvöld og er mikilvægt að bjóða upp á starfsemi þar sem engin áfengis, tóbaks eða vímuefnanotkun kemur við sögu. Ungmenni vilja geta farið í félagsmiðstöð sínu hverfi áfram eftir að grunnskólagöngu lýkur. Ungmennir hafa bent á skörp skil á milli þess að hafa verið í skipulögðu tómstundastarfi í félagsmiðstöðum yfir í mjög takmark framboð skipulags frístundastarf í hverfum eftir grunnskólaaldur þar sem í boði er valfræðsþátttaka. Þetta hefur greinilega komið fram í félagsmiðstöðastarfi þar sem svokallaðir fyrrverandi unglingar koma í félagsmiðstöðuna langt fram eftir vetri til að sækjast tengslanetið sem þeir höfðu en er ekki lengur til staðar. Ungmenni finnst ennþá gaman að hittast, spjalla og hafa gaman í öruggu umhverfi með fólki sem þau þekkja eða kannast við úr hverfinu. Það er mjög gott fyrir félagsþroska ungmenna að vera í umhverfi þar sem samskipti eru mikil. Til langstíma litið er líklegra að neysla ungmenna á hvers kyns vímuefnum seinki eða dragist að minnsta kosti töluvert úr henni vegna þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi sem eru forvarnir að leiðarljósi. Embla Ýr Indriðadóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, næst til máls. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarstjórn, ágætu fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og kæru gestir á áhorfendapöllunum. Mjög gleðilegt að sjá svona marga hérna hjá okkur í dag. Til hamingju með þennan dag, gott fólk, unga fólki okkar hérna. Og til hamingju með þessar frábæru tillögur sem þið eru komið með hérna, vel unnar og vel framsettar. Mér langar til að fá að þakka honum Kára Högnarsyni fyrir það sem hann gerði hérna áðan. Fyrir það sem hann sagði okkur, fyrir það sem hann leyfði okkur að fá innsýn í. Og ég vil bara hvetja ykkur öll að nýta ykkur allt það aðgengi sem að þið hafið í dag, bæði til þess að tala við sálfræðinga og eins til þess að nýta ykkur hugræna atferlismeðferð þar sem að hún er í boði í skólanum og fyrir ungmenni. Það er mjög mikilvægt. Ég sit í skólafrístundaráði og ég nýti hvert að tækifæri sem mér gefst til að reyna að ýta því að það sé mikilvægt að bjóða upp á bæði meiri sálfræðiaðstoð í skólanum og eins hugræna atferlismeðferð. En
Mér er afar ljúft að taka til máls undir þessu mikilvæga lið. Það er undir tillögun ykkar að skóla- og frístundasvið tryggi framtíð ungmennahúsa í Reykjavík og að fjármagn til reksturs þeirra verði tryggt núna í fjárhagsáætlun fyrir 2017. Ungmennahús er í mínum huga mjög þörf og geta gegnt afar mikilvægu og margvíslegu hlutverki hjá unga fólkinu. Það skemmtilega við ungmennahúsin er hugsunin að þetta sé húsnæði fyrir unga fólkið. Þar er það er unga fólki sem að skipuleggur starfsemina. Starfsemin er öll fer eftir því hvað unga fólkið á viðkomandi stað vill gera. Þau sjá kostnaðaráætlun og þau setja sér sjálf markmið og viðmið með starfinu. Það er heilmikill lærdómur sem felst í því að vinna á þennan hátt í svona ungmennahúsi og það er lærdómur sem fólk tekur með sér út í lífi, hvað sem það fer að gera. Ungmennahúsin eru mikilvægt framhald af félagsmiðstöðvum grunnskólana. Þarna getur fólki tekið þátt í fjölbreyttu og öruggu félagsstarfi. Það er lögð áhersla á vímuefnalausa og þroskandi afþreyingu undir leiðsögn fagaðila. Ungmennahús á að vera vettvangur þar sem ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára fær tækifæri til að nýta sköpunarkraftin, til að færa að blómstra og á sama tíma notið samveru við aðra í vímuefnalausu umhverfi eins og kom fram áðan. Þetta er mjög mikilvægur punktur. Þegar ungmennahús verða risin og starfrækt í öllum 10 hverfum borgarinnar má búast við því að starfsemin verði talsvert með mismunandi hætti á þessum stöðum. Því það fer eftir óskum fólksins sem er á hverjum stað. Þannig á það líka vera þegar við viljum leggja áherslu á það að laða fram það besta í hverjum og einum, leyfa hverjum og einum að blómstra. Það býr mikill kraftur og mikil sköpunargleði í hugum unga fólksins eins og við höfum nú séð hérna heldur betur og heyrt í dag. Þannig að við getum verið vissum að það verður engin skortur á snjöllum hugmyndum varðandi skipulagningu og starfsemi ungmennahúsanna. En þá komum við að því sem erfiðara getur reynst, það eru fjármálin til rekstrar. Þrátt fyrir mikla útsjónarsemi verður ekki hjá því komist að það muni þurfa þó nokkur rekstrarfé til að festa rekstur ungmennahúsanna í sessi. Ungmennahús eiga að vera sjálfsagður hluti af menningarflóru unga fólksins hérna í borginni. Ég minnist þess að þegar einn fulltrúi ungmennaráðs kynnti hugmyndina á fundi í skóla- og frístundaráðið haustið 2014. Þar var ekki verið að biðja rándýrt húsnæði sem væri með flottust og dýrustu græjurnar. Ó nei, það var verið að biðja traust húsnæði, þar sem traustan samarstað, þar sem unga fólki geti hist og notið samvista í vímuefnalausu umhverfi. Einhvern grunnkostnað þarf að hafa í huga þegar óskað er eftir fé til reksturs verði tryggt í fjárhagsáætluninni fyrir 2017. Ég er alveg að verða búin. Það fylgdi engin kostnaðaráætlun í þeim gögnum sem ég fékk send fyrir fundinn, þannig að það er erfitt að gera sér grein fyrir heildarkostnaði við að starfrækja ungmennahús í öllum hverfum borgarinnar. Miðað við bága fjárhagsstöðu borgarinnar og gríðarmikil niðurskurð og hagræðingu, þá er brýnt að skoða hvort, hvar og með hvaða hætti verði hægt að koma rekstrarfé fyrir ungmennahúsunum fyrir á fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árið 2017. Það er oft sagt að þar sem sé sterkur vilji til að ná að framkvæma eitthvað, þar sé hægt að finna leið. Og vil ég því hvetja ungmennaráðið til frjórrar hugsunar varðandi hugmyndir hagkvæmar lausnir og fjáröflunarleiðir. Það er ekki í boði að gefast upp, þó við blasi tómlegur peningakassi borgarinnar, það þarf bara að finna leiðir. Og með þetta í huga þá vil ég að lokum leggja til að þessari góðu tillögu verði vísað til skóla- og frístundaráðs til nánari meðferðar og vinnslu. Takk fyrir. Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá göngum við til atkvæða þessa síðustu tillögu. Þau sem samþykkja að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til meðferðar gefa merki.
Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er komið að hæstvirtum borgarstjóra að taka saman umræður hér í lokin. Ágæti forseti, kæra Reykjavíkurráð ungmenna og borgarstjórn. Ég vil nú byrja á því að þakka öllum fyrir velflutt mál og góðar tillögur. Ég er búinn að fjalla um afþreyingarmiðstöðina við Rauðavatn, en mér fannst ekki minna til koma hugmyndina stuðningsnet jafnaldra við börn sem af erlendu bergi brotin. Ég held að þetta sé bæði praktísk hugmynd sem getur skilað tilteknum árangri. Viljum leið fá að biðja Snorra Frey afsökunar á að hann var rangnefndur Vigfússon, en eins og hann benti mér á Twitter þá er hann Vignisson og er því hér með komið á framfæri. Tvær tillögur fjölluðu kynþroskafræðslu og kynhræðslu og gerðu það vel. Þetta er greinilega efni sem að brennur á og ekki að undra. Ég á sjálfur 4 börn sem að nálgast kynþroskaaldurinn og erum við hjónin að setja okkur í stellingar við þetta og að fara í þessa umræðu, og jafnvel þó að við séum bæði læknar, að þá er þetta eitthvað sem að velti fyrir sig hvernig er þetta best gert. Og ég held að opið og fordómalegt samtal við ungt fólk sem er nýbúin að ganga í gegnum þetta sé langt besta leiðin til þess. Og það eru að verða svo miklar breytingar í öllu umhverfinu í samfélaginu varðandi opnun og ný viðhorf. Hér í fyrra stóð Adda Smáradóttir í þessum ræðustól og flutti tillögu sem minnir hafi fjallað breytta leið fyrir strætó í Grafarholtinu, ef það var nú hverfið. Daginn eftir byrjaði hún brjóstabyltinguna Free the Nipple á Twitter. Hún fór beint inn í þá byltingu úr Reykjavíkurráði ungmenna og ég er ekki frá því að ég er ekki tabú og sú bylting sem fylgdi í kjölfarið sé hluti af einni heild, af samfélagi sem er opnara, umburðarlyndara, hlúir betra að náunganum, að við séum að vaxa kannski út úr svona tómlausri einstaklingshyggju þar sem hvernig okkur líður skiptir ekki bara máli, heldur líka hvernig náunganum líður. En það er bæði í lagi að tala um hvernig okkur líður og við hlustum á náungan. Og ég vil þakka þér sérstaklega, Kári, fyrir að deila þessu með okkur. Ég get ekki svarað því hvort að sálfræðimeðferð hefði skipt máli í tilviki vinar þíns, en það skiptir mjög miklu máli að þið voru til staðar fyrir hann og fjölskyldan og að á þessum málum sé tekið og þessu ekki fjallað eins og þau séu feimnismál eða eitthvað til þess að skamma sín fyrir að loka sig af með. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að ræða það þannig líka opið, líka í þessum spjallþræði 400-500 unglinga. Vegna þess að allar fjölskyldur á Íslandi tengjast geðsjúkdómum, vanlíðan, þunglyndi á einhvern hátt. Þetta er einfaldlega einir algengustu sjúkdómarnir í samfélaginu og við eigum aldrei að þurfa að vera ein með vanlíðan eða geðsjúkdóma eða áhrif geðsjúkdóma. Við eigum bæði geta sótt hjálp fyrir okkur sjálf og fyrir náungan. En aðgengi að sálfræðingum eru þetta eitt af því sem skiptir verulegu máli þar, en líka opið og umburðarlynt samfélag. Og ég vil þakka ykkur fyrir það að vera að stuðla því með því að taka hér upp kynheilbrigði, kynlíf, kynfræðslu og kynhræðslu og þunglyndi, vanlíðan, kvíða og jafnvel geðrof. Ungmennahúsin, við förum sannarlega yfir þau, en síðast en ekki síst að þá vil ég þakka fyrir tillöguna úr Vesturbænum reglulegt málþing málefni ungmenna eða ungmennaþingin. Ég var nú búinn að fá aðeins forsmekkinn af tillöguna því ég hitti krakkana í ungmennaráði Vesturbæjar út í Frostaskjóli sem er 30 ára á morgun og þau lýstu fyrir mér þessari spennandi hugmyndum málþing sem þau ætla að standa fyrir, vonandi í vor,
og ég vona verði bara glæsilegt og að veruleika í samræmi við hugmyndunar sem að ég heyrði og ég held að þetta sé bara verulega góð hugmynd að láta ekki þennan fund nægja heldur kalla fleiri til og gera tilraunir með aðferðina, hvernig við getum náð sem bestu út úr svona málþingi, hvort sem það einu sinni eða tvisvar á ári. Ég svo stundum kallað laugadagur af því ég hef svo mikið álit á sundlaugunum en hækkunin á innskiptisgjöldunum var nú eiginlega til þess að fá ferðamennina til þess að borga með okkur í þessum kostnaði en á móti þá reynum við að halda bæði árskortunum lágum og fjölmiðakortunum því að sundlaugar eitthvað sem gerir okkur gott, ég tek bara undir það og er eitt stærsta lýðheilsumálið í borginni að mínu mati. Að öðru leyti þakka ég ykkur bara kærlega fyrir góðan fund, frábærar tillögur og hvet öll ráðin til þess að ekki bara taka þau til umfjöllunar, heldur taka þau til rækilegrar umfjöllunar og vinna þau áfram með Reykjavíkurráði ungmenna sem stolt Reykjavíkur. Takk. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Við höfum afgreitt allt sem fyrir þessum fundi lá og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þá er komið að slíta fundi klukkan 16:20. Takk.